Góða kvöldið öllsömmul og velkomin á þetta bókakvöld spursmála sem að ég afar þakkláttur fyrir að sjá ykkur svona mörg mæta til. Við erum að ræða, við höfum stundum rætt aðeins meira léttmetið, leyfi ég mér að segja, heldur en það sem hér ber fyrir augu, en nauðsynlegt þó. Ég held að ég tala nú fyrir munn margra og þó að það sé nú nokkur ár sem að skilja okkur Þórað, hann var nú skólabróðir föður míns heitins. Þá held ég að ungir drengir eigi það flestir sameiginlegt að heillast á einhverju tímapunkti af sögu síðari heimsstyrjaldarinnar. Og þá nú örugglega við margar stúlkur líka. Og fyrst í stað það nú örugglega frásagnir af sprengjuregni og skriðdrekum og stórorrustum og Rommel kemur þar við sögu ásamt fleiri mögnuðum karakterum. En svo þegar að aldurinn færist yfir og maður kemst í meira lesefni og fer meira á dýptina, þá áttaði með sig á því hvers konar hildarleikur og hvers konar hryllingur þetta tímabil í raun allt var. Ég var síðan svo lánsamur þegar ég var að ljúka námi við Guðfræðideild Háskólans að mér var uppálagt að lesa ævisögu Elie Wiesel, friðarverðlaunahafa Nóbels, fékk friðarverðlaun 1986, en hann var einn af þeim sem að lifðu af dvölin í Auschwitz sem unglingur. Og sú bók heltók mig með þeim hætti að leið og ég hafði lokið prófinu frá háskólanum að þá settist ég niður og þýddi þessa bók og hún var gefin út af Jakobi F. Ásgeirssyni sem að gefur einmitt út bókina sem við erum að lesa núna. Hann hefur unnið gríðarlegt starf, ekki síst með öflugum þýðingum á mikilvægum ritum á síðustu árum og langar mig hér í upphafi að færa honum þakkir fyrir það. Hann er hér með okkur í salnum. Meðal annars hafði hann forgöngu þýðingastarf Magnúsar Þórs Hafsteinssonar sem að áður hefur verið minnst á hér. En við tókum fyrir bókina Kúbudeiluna sem að hann þýddi eftir Max Hastings á sínu tíma en hafði sömuleiðis þýtt bækurnar Kóreustríðið og Vítisloga sem að fjölluðu einmitt eða fjallar síðari heimsstyrjöldina. Það var í haust sem að ég heyrði í Jakobi og hann sagði mér af því að bók Lawrence Rees helförina væri væntanleg í þýðingu Jóns Þór Þór. Ég þekkti þetta verk ágætlega og það eru 10 ár síðan þetta verk kom út á frummálinu og það var mér mikið persónulegt fagnaðarefni að vita að þetta verk yrði aðgengilegt og ég þurfti ekki að hugsa mig í eina sekúndu þá ákvörðun að taka þetta fyrir í bókaklúbbi spursmála. Þessi bók ætti í raun að vera skyldulesning fyrir, held ég, allt hugsandi fólk. Og nú þegar við höfum mörg hver lokið við lestur hennar, það er nú að koma að lokum nóvembermánaðar og hún hefur sem betur fyrir rokið út í bókaverslunum og fengið talsverða umfjöllun, allavega í þeim fjölmiðli sem mestu skiptir á Íslandi, þar að segja Morgunblaðinu. Aðeins minna heyrst kannski í öðrum sem minna máli skipta. Þá fórum við að velta fyrir okkur hvernig við ættum að fá til samtals efni bókarinnar og þar var þetta dálítið eins og með ákvörðunina að taka hana fyrir í bókaklúbnum. Það lá beint fyrir alveg frá upphafi hvernig við myndum reyna að fá á staðinn. Og það tókst og hann er kominn hér. Þór Whitehead, prófessor emeritus í sagnfræði við Háskóla Íslands og ég ætla að biðja ykkur að gefa honum gott klapp í upphafi. Það lá beint fyrir og beinast við að fá hann hingað vegna þess að hann hefur og leyfi ég mér að segja manna fróðastur hér á landi styrjaldarárin, hefur auðvitað skrifað mörg mögnuð verk sjálfur, meðal annars með það sem að horft til Íslands tenginga þessa hildarleiks, en hann þekkir þetta verk sömuleiðis mjög vel, þannig að ég veit að við eigum eftir að eiga hér gott og efnismikið spjall þetta. Ég var skammaður á síðasta bókaklúbbsfundi fyrir að leyfa bara eina spurningu, en þá nú vegna þess að ég var með stjórnmálamann og Kínasérfræðing í settinu hjá mér og menn töluðu svo mikið að við hefðum verið hér til miðnættis ef við hefðum farið að opna fleiri spurningar, en við ætlum að opna þær hér á eftir, þannig ég hvet ykkur til að leggja höfuð í bleyti eftir því sem að samtalinu vindur fram.
Þór, nú ætla ég að biðja þig, eigum kannski að fá okkur eitt sopa af þessu dýrindis kampari. Já, þetta var góð hugmynd hjá þér. Skál. Þetta er hressandi. Mér langar eiginlega kannski til þess að í upphafi fyrstu spurninga til þín að vitna hér í ummæli Churchill sem að rifjuður upp á síðu 393 bókinni. Enginn vafi leikur á því að þetta er að öllum líkindum mesti og hryllilegasti glæpur sem framinn hefur verið í gjörvallri mannkynssögunni. Og hann hefur verið framinn á vísindalegan hátt af mönnum sem að nafninu tilteljast siðaðir í nafni mikils ríkis og eins fremsta kynþáttar í Evrópu. Gefa ætti út opinberar yfirlýsingar til þess að allir sem tengjast þessu verði hundeltir og teknir af lífi. Var þetta ekki rétt mat hjá leiðtoga Bretlands við lok stríðsins? Jú, ég held að sé hægt að færa ótalmörg rök fyrir því. Er þetta umdeilt eins og flest annað í sögunni? Hvernig eigum við að bera saman til dæmis helförina og síðan fjöldamorð Stalins og Maos? Auðvitað er það svo að Churchill hefði nú tæplega nefnt þau, altså allavega ekki hvað var það í Stalin og hinn voru framið löngu seinna, þannig að út af fyrir sig höfum við kannski annan samanburð og aðra vitneskju nú þá hræðilegu hluti sem að gerðust í þessum tveimur alræðisríkjum fyrir utan þriðja ríki Hitlers. En án vafa að sjálfsögðu er helförin einn hræðilegasti glæpur mannkynssögunnar. Á því leikur engin vafi og enginn sem að lesa þessa bók getur velst í vafa það. Það er eitt hugtak sem að ég held að sé nýyrði á íslensku, kemur fyrir í þessari bók og er væntanlega handarverk Jóns Þór, ég á nú eftir að kanna það betur, þar sem hann talar stefnu nasistana sem morðhyggju. Og eitt af því sem að fólk veltir fyrir sér eðlilega er þetta ástand sem að grípur heilt þjóðfélag og reynda mörg þjóðfélag sem leiðir til þess að menn teikna upp skipulag eða áætlunum að myrða alltaf 11 milljónir manna af tilteknum kynþætti. Og fólk spyr, hvernig verður þetta til? Stundum finnst manni eins og að þetta hafi alltaf átt upptök sín í bjórkjallara í München og hjá misheppnuðu listmálara sem að fann sig illa og var bitur eftir Versalasamningan og fyrir heimsstyrjöldina. En þetta er miklu djúparættara, þetta eins og Rís kemur inn á, þetta er löng og mikil saga, það er að segja gyðingahatrið. Það er rétt. Gyðingahatrið er náttúrulega ævagamalt og það er sagt að segja óhugnanlegt að fara yfir þá sögu og sjá hliðstæður, hvernig gyðinga voru reknir á brott frá ýmsum Evrópulöndum, þar á meðal frá Englandi, Frakklandi og það voru frammi fjöldamorðu á gyðingum alveg frá því á miðöldum eru dæmi það. Þannig að sagan endurtekur sig að vissu leyti, þó hún gerir það kannski ekki nákvæmlega eins, en þessa hörmungasögu gyðinga er sem sagt hægt að rekja þarna langt aftur. Lagðist náttúrulega ýmislegt á eitt við það að má segja valda þessu hatri. Skýringarnar eru efnahagslegar, gyðingum var bannað að gegna ákveðnum störfum. Þeir fengu ekki aðgang af landbúnaði sem að samfélagi hvíldi á. Þeir voru að vissu leyti neyddir til að stunda fjársýslu og þar komu, má segja,
svona ákveðin spenna milli þeirra og annara þjóðfélagshópa. Það þarf ekki annað en að líta á orðið gyðingur, hvaða merkingu það hefur í íslensku máli, fyrir utan að vera af þessum trúflokki eða kynþætti eftir því hvernig menn líta á það, merking orðsins ágjarn, svíðingur. Þannig að það ljóst að Íslendingar hafa orðið fyrir þessum áhrifum og ekki síst þessum fordómum sem að tengdust á fjársýslu gyðinga. Og síðan annað sem að greinilega veldur miklu og það hugmyndunum gyðinga sem morðingja Krists, að kirkjan leit þá þessum augum og við vitum auðvitað öll hver trúarbrögð voru, má segja, mikilvæg á þessum tíma og hvernig þetta sjónarmið hefur verkað á fólk að kirkjan hafði þetta viðhorf til þessa trúflokks. Og frægasta dæmið þetta náttúrulega ritið sem að Lúther, kennifaðir okkar kirkju, samtöfum gyðinga, það alveg hroðalegt rit og sem að nasistarnir notuðu í sínum áróðri líka síðar meir. Þannig að það var sem sagt margt og síðan annað líka að þessu kynntist í Þýskalandi. Ég bjó í Suður Þýskalandi í nokkur ár og var einmitt þá að kynna mér sögu gyðinga í héraðinu og það voru þessar eilífu flökkusögur þar það að gyðingar stæðu á útbreiðslu alls konar pesta, þeim var kennt svartadauða, hvað þá annað. Þetta sem sagt allt lagðist þetta á eitt við að ala á þessum fordómum sem að síðan gusu upp og það einmitt það merkasta við bók Rís, hvernig hann rekur þetta eftir löndum og sýnir fram á að Þýskaland var engin undantekning, heldur þvert á móti eiginlega hluti af reglu þegar var litið til nágrannalandana, eins og til dæmis til þess lands þar sem flestir gyðingar í Evrópu bjuggu sem var í Pólandi. Voru 10 milljónir gyðinga þar. 3 milljónir gyðinga, þeir voru 10% Pólverja. Sama leyti og nasistarnir að setja sína löggjöf frá Nürnberg-lögunum og alveg fram að stríði að þá verið að leggja ráðin svona löggjöf í Pólandi og hefur örugglega ýtt undir hana. Þannig að þetta fjarri því að vera undantekning og maður séð það líka í öðrum löndum eins og Rúmeníu var greinilega mikið hatur og yfirleitt bara í flestum, má segja, Austur-Evrópuríkjunum. Ég minnist þess þegar ég bjó þarna í Freiburg í Suður Þýskalandi þá kynntist ég konu sem að hafði verið í trúflokki Votta Jehóva og fyrri maður hennar, hún hafði skilið við mannin. Ég kynntist þessari konu þarna á 9. áratugnum. Hún var aldrei við móður mína og var frá Vín. Og ég spurði hana einu sinni, því að mér fannst vera forvitnilegt að spyrja manneskju sem hafði að vissu leyti verið fórnarlamb nasista vegna þess að maður hennar var settur í búðir og hún var undir eftirliti. Hvernig Vínarbúar hefðu litið á gyðinga og svarið kom alveg umsvifalaust: við hötuðum þá öll. Í bókinni kemur einmitt snemma fram með tilgátu eða fullyrðingu að það hafi ekki verið augljóst við upphaf 20. aldar að Þýskaland yrði það ríki Evrópu sem að myndi feta þann veg sem að þeir gerðu. Það hefðu margar aðrar þjóðir verið allt eins líklegar. Nefnir augljósa dæmi Rússland, þar sem að voru nú framinn gríðarleg hryðjuverk gagnvart gyðingum. En svo sér maður að þetta undirliggjandi mjög í
í Frakklandi og áhugaverð sem hann nefnir í því sambandi að þegar að Viki-stjórnin tekur við, Petan og félagar, að þá fara þeir og leiða í lög allskins andgyðingleg ákvæði og það eru engar heimildir fyrir því að það hefur verið gert undir þrýstingi frá Þjóðverjunum. Frakkarnir bara fundu þetta hjá sjálfum sér í raun. Jú, það var auðvitað mjög sterk hefð, andgyðingleg hefð í Frakklandi eins og Dreyfusmálið besta dæmið og af því að nefni Rússland þarna, þá voru þetta heftarlegustu ofsóknir gegn gyðingum voru í Rússlandi keisarans. Og það mjög merkilegt að sjá til dæmis skrif á Íslandi þessi pógroms sem að fóru fram þarna í Rússaveldi á 19. öld og upphafi 20. Það var til dæmis heftarlega árás á gyðinga í Úkraínu 1905. Það var fjallað þetta ítarlega hér og talið einmitt dæmið það að hvílík villi mennska viðgengist í Rússaveldi og að Rússar væru teldust tæplega siðmenntuð þjóð. Þannig að jafnvel þó að hér hafi tímalaust verið ákveðnir fordómar gagnvart gyðingu sem að sést nú á því líka að 1853 þegar að danska stjórnin lagði fram frumvarp hér þar sem að tekið fram að framandi gyðingum leyfðist búseta hér. Þetta tengdist verslunni. Það var verið að gefa verslunina frjálsa. Að þá samþykkti þingið þetta ekki. Þessa lagabreitingu frá dönsku stjórninni sem hefði tengst á verslunni. En það voru Danir sem héldu áfram og lögðu frumvarpið aftur fram 1856 og þá var þetta samþykkt að veita þeim leyfi til þess að koma hingað og setja stað. En það koma fram þarna sérstaklega í fyrra skiptið greinileg merki það að margir voru haldnir fordómum gagnvart þeim, ekki síst einmitt þegar að koma því að huga að viðskiptum að gyðinga væri svo harðdrægir og viðsjálir í viðskiptum að þeir gætu stórskaða landið. Og það líka ljóstu þetta að þessi fordómar voru hér fyrir hendi svo þegar að ofsóknina byrjuðu í Þýskalandi. Að í blaðaskrifum hér kom fram skilningur á því að þeir væru ofsóttir vegna þess að þeir eru sýnt ykkar klíkuskap og beitt sér þannig í viðskiptum og líka í bara mentalífinu. Það var náttúrulega ástæðan til þess var svo að það var ótrúlega hátt hlutfall af háskólamenntuðum mönnum sem voru gyðingar. Það með ólíkindum að sjá tölurnar frá Þýskalandi sem að nasistar náttúrulega beittu sér síðan gegn. Það engin furða þó hafi til dæmis bannað þeim aðgangað tilteknum greinum eins og bannaði þeim að hafa lögmannsréttindi, bannað læknunum að starfa og svo framvegis. Það var mjög hátt hlutfall fólks í þessum stéttum voru gyðingar. Þeir voru eins og kemur þarna fram í bókinni 500.000 í Þýskalandi, 7,5% af þjóðinni. En í þessum stéttum eins og segjum háskólaprófessorum voru upp í 15-16% voru gyðingar. Í lögmannastéttinni, ég man ekki hvort það var 10% og sama í læknastétt. Og allt var þetta notaðu þetta. Ég minnist þess að þetta hafa hitt mann sem var hér ræðismaður Þjóðverja og var alls ekki kenndur við neina gyðinga andúð almennt, þvert á móti. Hann reyndist gyðingum á margan hátt vinsamlegur, Günther Timmermann.
að þegar ég spurði hann út í þetta þá var hans svar það, já ég var náttúrufræðingur í Þýskalandi, það var útiloka fyrir mig að fá háskólastöðu vegna þess að ég var ekki gyðingur. Gyðingarnir höfðu myndað klíkur og útilokuðu aðra frá þessu. Og allt sem sagt kemur þetta við sögu hér í umfjöllun gyðinga og afstöðu til þeirra alveg þarna aftur á 19. öld á Íslandi. Eitt af því sem að virðist spila inn í, og þú nefnir að þetta djúprætt mál alveg frá miðöldum, og ég hvet fólk til þess að það hefur tækifæri til að sækja heim Yad Vashem-safnið í Jerúsalem á herslæðinni. Þar þessi saga rakin krónólógist og þar endapunkturinn auðvitað helförin, og þar sér maður hvernig þessi áróður hefur verið gigantískur á Spáni og alla Evrópu, tekst sér til Englands auðvitað eins og við þekkjum. En það á einhverju tímapunkt á 19. öld sem að það verða þjóðfélagsbreytingar sem að ýta enn frekar undir þetta hatur. Eitt af því sem að Ries tekur fyrir og hefur nátt verið nefnt, og það þessi kynbótastefna vísindahyggja þar sem að menn fóru að trúa því að með kynbótum væri hægt að rækta upp hinn fullkomna mann, og leið svona eitthvað kaldindi gagnvart því að það væri hægt að losa eða fjarlægja úr samfélaginu þá það fólk sem að heldist úr lestin eða dragist aftur úr af einhverjum ástæðum, andlegum eða líkamlegum. Er það eitt af því sem að trigger þetta og þessa þróun kannski frá miðri 19. öld og fram að því að þetta morðæði nær hápunkti? Já, og þarna kemur það mjög mikilvægu atriði og sem hefur náttúrulega verið rannsóknarefni ýmissa. Það spurningin það hvernig gat þetta þróast í samfélagi eins og þýskt samfélag var. Þetta var talið hámenntaðasta og þróaðasta samfélag í Evrópu. Hvernig gátu þessi ósköp dunið yfir það? Og einmitt það. Og þar hægt að koma auga á ákveðna strauma, má segja, í strax á dögum keisaraveldisins í þessa átt. Það var þessi mannbótastefna, það sem yfirleitt rasisminn að spretta upp þarna magnaður eins og höfundur eins og Chamberlain sem að Ries nefnir einmitt og nasistarnir áttu eftir að hrífast mjög af. Nú Wagner hefur stundum verið talinn einhver mesti boðandi gyðingahaturs í Þýskalandi, og yfirleitt þessi svona þjóðerni straumar þar sem að lögðu áherslu á þessa hugmynd þennan göfuga kynstofn germana sem að einmitt leiddi til áhuga þeirra Þjóðverja á Íslandi og norrænni menningu yfirleitt. Þannig að þessi straumar þeir eru þarna allir að verki, og þó ekki hægt að sjá beinlínis mikið í stjórnmálalífi Þýskalands á 19. öld. Það voru flokkar sem að settu gyðingahatur á oddinn, en þeir fengu ekki ýkja mikið fylgi. Þannig að það einmitt þetta sem að Ries leggur raunar áherslu á og sem svo gríðarlega mikilvægt. Það það hvernig Hitler tókst að gera gyðingahatrið að einhvers konar boðskap sem að var meðtekinn af æ stærri hluta Þjóðverja. Þetta hans kannski stóra í gæsalöpum afrek, pólitíska afrek. Sjálfur talaði hann sem Trommler. Það þessi saga, þjóðsaga trumpuslagaran sem að vekur upp þjóðina. Og það var auðvitað þetta á endanum sem að leiddi til þess að íhaldssöm þjóðernisöfl ákváðu á endanum að leiðin út úr stjórnleysi á tímans og kreppunni væri svo að nota þennan mann til þess að komast til valda, nota vinsældir hans
og útbreiðslu þessara hugmynda til þess að stjórna Þýskalandi, en auðvitað brást það allt eins og við vitum. Þessi menn sem að koma til valda urðu allir undir og sumir mistu lífið. Þannig að þetta það er ein spurning sem ég hef sjálfur velt fyrir meðlumis. Hún er svo, hefði þetta geta gerst í öðrum samfélögum Evrópu? Er hugsanlegt til dæmis að eitthvað svona hefði getað sprottið upp í löndum eins og Frakklandi eða Bretlandi eða Norðurlöndum. Við segjum sömu aðstæður vegna þess að þessi ríki byggu náttúrulega alls ekki við sömu aðstæður og Þjóðverjar eftir ósigur í fyrra stríði. En hefði verið jarðvegur fyrir eitthvað svona svakalegt, og ég vil nú að segja það að ég hef miklar efasemdir það. Ég held að það var einfaldlega eitthvað þarna í jarðveginum sem að var búið að grafa sig alveg frá því á 19. öld sem að kom þessu af stað við ákveðnar aðstæður. En verða menn ekki líka að gera greinarmun á stríðsátökunum og átökum þessara ríkja yfir höfuð og síðan þessara aðgerðar sem að lokum fær heitið helförin? Rís nefnir nú og vitnar í einn helsta fræðimannin á þessu sviði og segir engin Hitler, engin helför. Brjálæðið sem að heltekur þjóðina, hann var með alla þræði á hendi sér, þessi tiltekni einstaklingur. Auðvitað framkvæmdan þetta ekki allt, en hann virtist á öllum stigum kynda undir þetta með svo ótrúlega ógnvænlegum hætti. Já, það er alveg rétt, og mér finnst þetta að vera ein besta tilvitnun bókarinnar, satt að segja, að engin helför án Hitlers. Þó er það dálítið eiginlega einkennilegt að hugsa til þess að í má segja heimi sagnfræðinga, og ekki bara sagnfræðinga heldur fræðimann almennt, þá hafa verið uppi deilur þátt Hitlers í helförinni, og þeir fræðimenn hafa skipst í 2 hópa. Í fyrsta lagi ásetningar sinna, eins og Jón Þór Þór kallar þá í bókinni. Það er að segja menn sem að líta svo á að Hitler hafi frá byrjun haft þá hugmynd að útrýma gyðingum og komið henni í verk með skipulegum hætti. Hins vegar svo kallaðir kerfismenn eða struktúralistar, má segja að sú hugmynd að helförin hafi verið afleiðing af, má segja, þeim struktúr sem að nasismin kom á í þýsku þjóðfélagi. Nú, Rís tekur það mitt fram þarna undir lokin að hann hallist að struktúralismanum, og ég verð að segja að mér finnst að gæta nokkurar mótsetningar í bókinni þetta efni, og ég bendi ykkur sérstaklega á að hann vísar í svokallaðan spádóm Hitlers, ræðuna sem hann flutti í ríkisþinginu í janúar 1939, þegar hann spáði því að ef gyðingum tækist en að hrinda Evrópu út í styrjöld, myndi það leiða til tortímingar þeirra. Og hann Rís, þegar hann lýsir þessu, þá er það hans niðurstaða að Hitler hafi ekki verið að ræða útrýmingu þegar hann mælti þessi orð. Heldur hafa hann frekar verið að vísa til þessara hugmynda sem þá voru þarna á kreiki í búðum nasista að hefja brottflutning á gyðingum til Madagaskar.
en mér finnst hann komast í ákveðna mótsetningu með þetta meðal annars vegna þess að síðar í bókinni þegar hann talar þetta Madagaskar plan þá það á þeim nótum að það hefði út af fyrir sig leitt til tortímingar vegna þess að Madagaskar hefði aldrei getað borið allt þetta fólk sem átt að flytja þangað. Þannig að á baku hugmyndina hafi raunverulega verið útrýmingar hugsun og ekki nóg með það, heldur inn á bakvið yfirleitt allar þessar brottflutningsáætlanir hafi verið slík hugsun. Og og ekki nóg með það, heldur þá eiginlega í hver skipti og hann lýsir þarna stigmögnunni sem að varð í átt til helfarar, sérstaklega þarna eftir að styrjöldin hófst og yfirleitt lýsingar eins og því hvernig Hitler sá fyrir sér að nýta sér styrjöldina, að þetta væri tækifæri til þess að gera upp reikningana og það kom á daginu þetta að þá var byrjað á þýsku þjóðinni, það má heldur aldrei gleymast að fyrstu fórnarlömbin voru þjóðverjar, fatlaðir þjóðverjar, svo hrikalega herferð sem var hafin gegn þeim og endaði með því það var nú alltaf verið að hækka tölurnar, dauðatölurnar, þær voru nú á tímabili 70.000 en nú farið að tala 250.000 manns sem hafi verið deyttar þarna í þessari herferð. En allavega að þegar kemur að þessu og hann að lýsa stigmögninni þá vísar hann hvað eftir annað í spádóm Hitlers að hann hafi verið að koma fram. Þannig að þarna, ég veit ekki hvort að ég hef fyrir eitthvað rangt með þetta eða miskil eitthvað í hans framsetningu að þá finnst mér þarna gæta óneitanlega mótsetninga. En að spurningu þinni þá ég bara innilega sammála því að helförin óhugsandi án Hitlers og hann kynnti undir og ég hennar samfærið það og það skipti nú litlu máli að spádómurinn 1939 hafi falið nákvæmlega þetta í sér. Hann hafi verið að tala raunverulega tortímingu í orðsins fyllstu merkingu vegna þess að ég held að og það sér maður líka á þessu bréfi sem hann skrifaði þarna 1919 þegar hann talar það hvernig hvílík blessun það hefði nú verið að það hefði verið hægt að setja eiturgas þarna á þessa menn sem að leiddu ósigurinn yfir Þýskaland og eyða þeim frekar heldur en að horfa upp á bestu menn þjóðarinn að falla á vígvellinum. Það hefði verið ólíkt farsælla fyrir Þýskaland. Þannig að drápshyggjan, mér finnst þetta að vera afar gott orð hjá Jóni Þór Þór. Það eitt að frábæra við bókina auðvitað þýðingin. Bókin ekki aðeins stórvirki, heldur þýðing Jóns það líka. Alveg eins og þessar þýðingar aðrar sem hafa verið á þeim ritum sem þú nefndir þarna og hafa verið að koma út hjá forlaginu Uglu sem má segja að setja fyrirmyndar hvernig forlagið að koma á framfæri við okkur hverju öndvegis ritinu og fætur öðru. Bara klassíkerum, þetta eru verk sem að verða eiginlega instant klassíkerar. Nákvæmlega. Og það merkið þetta að hugsa sér það að við skulum vera að fá þetta rit núna upp í hendur 80 árum eftir að styrjöldinni lýkur. Og ritið sjálft, ef við förum út í það, má segja sé ákveðin tímamót að því leyti að þetta óteljandi ritum helförina. En yfirleitt eru þau þannig að það verið að taka fyrir ykkur ákveðna þætti í sögunni frekar, einblína á einhvern ákveðin þátt og það með það sem að ég man eftir því þegar ég sá þarna titilinn hjá Rís uppalega, nú já á nú að auglýsa þetta sem eitthvað nýtt Helförin í nýju ljósi, já, ljósi. En eins og hann skýrir þá það tvennt sem að hann
telur sig leggja fram því til sönnunar og það í fyrsta lagi viðtölunöll sem hann hefur átt bæði við fórnarlömb og gjörendur. Þau setji nýjan blæ á söguna og í öðru lagi hitt hvernig hann sé að draga saman þessa þræði og það nákvæmlega það sem honum hefur tekist. Hann búinn að draga saman alla helstu þræðina, þannig að í staðinn fyrir að við vöfrum skóginn og sjáum fyrir okkur trén, að þá býður hann okkur upp á skóginn og vissulega það mjög svartur skógur og dimmur og það er að sömuleyti átak að lesa bókina, skildi enginn leyna því. Ég gleymi því ekki sjálfur þegar ég var í námi í Bandaríkjunum og las lýsingarnar á helförin í fyrsta sinna. Ég fékk martröð fyrstu nóttina eftir fyrstu fyrirlestrana. En það eins og þú segir, Stefán, það eiginlega skylda hvers manns sem að vill skilja mannkynssöguna, sem vill skilja þessa öld og samtíman, að lesa þetta verk til þess að sjá hvað getur gerst, vegna þess að það sem hefur einu sinni gerst getur vissulega gerst aftur, það ekkert því til fyrirstöðu. Hann endar bókin einmitt á þessum orðum að lokum þetta: efnið þessara bókar dapurlegt en ég tel engan síður mikilvægt að skilja hvernig og hvers vegna þessi glæpur átti sér stað. Sú saga segir okkur, kannski frekar en okkur önnur, hvað tegundin sem við tilheyrum færum að gera. Nákvæmlega. Og það kannski atriðið sem að mér langar til að aðeins að hnykkja á varðandi spurningunum það hvort að helförin hafi staðið til, og það verið að velta fyrir dagsetningum mitt ár 1941, árslók 1941, Wannsee-fundurinn í janúar 42 og undirliggjandi þeirri spurningu alltaf þessi vangavelta: getur það í alvörunni verið að menn hafi sett sér markmið eins og kom fram á þeim fyrrnefnda fundi að útrýma 11 milljónum manna? En svo þegar maður les þessa samantekt og setur í samhengi við þessa atburði, þá áttar maður sjá því að þessum mönnum virtist í létturúmi liggja að leggja niður áætlanir sem að augljóslega myndu kosta 10 milljóna manna lífið. Skýrasta dæmið auðvitað þessi svelti hugmynd við innrásin í Sovétríkin. Þeir segja einfaldlega: við ætlum að ráðast þarna inn, það mun leiða til þess að 10 milljóna manna munu svelta í hel. Þannig að þær áætlanir að koma fram fyrr en þetta í raun við upphaf stríðsins þegar þeir eru að leggja áætlunina inn í Sovétríkin. Þannig að kannski var þetta bara hverslagslegt mála í huga þessara leiðtoga að ræða það að slá út af borðinu heilu þjóðirnar. Já, það drápshyggjan. Nasismin var djöfullegur í eðli sínu og það sem náttúrulega óhugnanlegast líka við þetta það að hvernig fólk sem að hefði verið taldir normal borgarar, hvernig þeir drógust inn í þessu ósköp, hvernig gat þetta fólk gert þetta. Og eins og Hannah Arendt upphaflega benti á, það hversdagsleiki þessara manna. Þetta ekki, við getum ekki afgreitt þetta með því að þetta hafi verið einhver fáin illmenni sem að stóða að þessu. Heldur var hægt að taka venjulegan mann og gera úr honum fjöldamorðingja. Og ég held að fáir hafi lýst þessu betur heldur en Christopher Browning í sinni bók lögreglusveit, menn frá Hamborg, úr Hamborgarlögreglunni flestir, sem voru sendir til Póllands og allt í einu voru þeir komnir inn í þessa hringiðu og stóðu frammi fyrir því að þeir ættu að byrja að skjóta fólk. Og það má segja að megin hugmyndin í þessu svo að það eitthvað skref sem að þetta fólk tekur sem að mjög erfitt
en ótrúlega fljótt virðist að hafa samsamað sig einhvern veginn við þetta fyrirbæri og þannig að það gengur fram eiginlega eins og vélmenni má segja meiri segja sko í upphafi þetta greinilega ákveðið áfall en það vont en það venst eitt dæmið nú Heinrich Himmler Íslandsvinurinn sjálfur sem þú hefur skrifað ítarlegum Jú, og einmitt hans tilraunir til þess að ná ítökum á Íslandi hann sá Ísland fyrir sig sem hluta af germanska heimsveldinu lýsti Íslandi sem vopnuðu útvirki hins germanska heimsveldis í vestri og var byrjaður að teygja sig hingað eins og ég lýsi hann í bókinni Íslandsævintýri Himmlers. Himmler sjálfur var viðstaddur eins og Rís nefnir aftöku 100 gyðinga nærri Minsk í ágúst 1941. En það einkennilega að Rís segir ekki frá viðbrögðum hans sem kemur mér á óvart vegna þess að þau eru makalaus og þeim hefur verið lýst í ævisögu Himmlers meðal annars. Þetta fór þannig fram að mennirnir voru þarna fram á skurðbarmi og voru síðan skotnir í nakkan. Þessi 100 manns þarna. Það ekki vita hvort það voru börn og konur, það virðast nú aðalega hafi verið karlmenn. En Karl Wolf, aðstoðarmaður hans, stóð við hliðina á honum og lýsir því hvernig Himmler sundlaði. Hann virtist vera að fá aðsvið þar sem hann stóð, hann fölnaði upp og hvíslaði síðan þetta hræðilegt. Þannig að honum var í raun og ofboðið og það ljóst að hann þurfti að vera viðstaddur þetta sjálfur til þess að skilja hvað hann var að leggja þarna á þessa menn. Þó að þeir hefðu vanist þessu þá var hann ljóst að það var einhver mikill þröskuldur og ekki nóg með það þeir höfðu líka áhyggjur af því eins og Rís nefnir hvað þetta gæti gert þessum mönnum sko í framtíðinni sem höfðu staðið í þessu. Það nú að hluta til þessum sem að þróa þessar aðferðir með gasklefana til þess að reyna að fjarlægja fórnarlömbin og dauðastundina frá böðlunum. Þeir áttu sig á því að þeir gátu í raun verið fljótvirkari og skjótvirkari með því að nota hríðskotabyssur á fjöldan en það er öðruvísi að kála fólki með þeim hætti heldur en dollu af síklum B-gasi. Nákvæmlega þetta og einmitt að afleiðingin af þessu áfalli sem að Himmler var þarna fyrir var svo að hann tók málið tafarlaust við foringja þessara Einsatzkommando Nepe sem hafði verið aðstoðarmaður hans í Berlín, einn af æðstu mönnum öryggisskrifstofunnar sem svo var kölluð og hafði komið áður við sögu þarna í drápunum á fötluðu fólki og átti mikla samræðu við hann einmitt þetta og fól honum þá að athuga mannúðlegri í gæsalöpum aðferðir og sama var með yfirmannin þarna yfir SS-liðinu á staðnum. Hann einmitt sjálfur lenti í tauga áfalli. Það sóttu á hann í svefni martraðir og hann byrjaði að drekka og var leystur frá störfum tíma. Þannig að, en það eins og þú segir, afleiðingin ekki svo að þetta sé hörmung sem eigi að hætta við. Heldur þvert á móti þá að finna aðferðir sem eru bæði
mannúðlegri og jafnframt má segja, og það er það sem rísir að fást við, það er þetta hugtak afköstin, að auka afköstin í morðunum, og það er nú ekkert gott orð yfir þetta, það sem hefur verið kallað industrial murder á þýsku. Það er, hugsunin í rauninni er svona eins og Rís nefnir færiband í iðnaði. Og það var það sem var búið til og fullkomnað í Auschwitz eins og hann lýsir svo prýðilega. Mér langar hérna rétt áður en við kannski opnum á samtali hér út í salin, þá langar mér til þess að lesa hér upp eina stutta málsgrein sem að setur dálítið í mér eftir lestu bókarinnar og ber upp spurningu við í kjálfarið. Hún fjallar einmitt þennan Wannsee-fund sem að hann gerir að miklu umtalsefni. Þrátt fyrir að við vitum allt þetta samt eitthvað við Wannsee-ráðstefnuna sem gefur henni gríðarlegt tilfinningalegt gildi. Þetta fundurinn sem sagt þarna í janúar 1942. Það örugglega þetta. Þeir sem sátu ráðstefnuna voru ekki brjálaðir. Þeir voru ekki vitvirtir. Þeir voru allir menn sem hafði vegnað vel og gengdu erfiðum og ábyrgðamiklu störfum. Flestir þeirra voru hámenntaðir. 8 af þeim 15 sem sátu við ráðstefnuborðið í Wannsee höfðu doktorsgráðu. Þeir ræddu útrýmingu gyðinga í fallegu og líflegu umhverfi. Í boðsbréfinu sem Heydrich sendi var tekið fram að hádegisverður yrði borin fram og boðið yrði upp á konjak. Húsið sem þeir voru í var glæsileg villa með svölum sem vissu út af vatninu, einum fegursta og vinsælasta stað Berlínarbúa. Voru þeir ekki brjálaðir? Er það niðurstaðan að þessi menn hafi ekki verið vitvirtir? Það hinn óhugnalega staðreynd eins og ég sagði áðan, að ef við getum bara sagt að þetta voru brjálaðir menn, þetta voru illmenni upp til hópa, þá væri málið svo miklu einfaldara. Þannig að þetta skilur okkur eftir með þessa spurningu. Ef það var hægt að æsa þessa þjóð upp svona og fremja þessi morð, er eitthvað sem að segir þá að það verði ekki endurtekið. Og út af fyrir sig hafa hroðalegir atburðir gerst frá því að heimsstyrjöldinni lauk. Það var farið fram morð eins og til dæmis í Rúanda, 800.000 manns á nokkrum dögum voru myrtir án þess að alþjóða samfélagið hefði sneitt að. Og sumir álíta að þessi nýja tækni, þessi má segja að upplýsingaöldin, að hún geti orðið okkur að liði í þessu sambandi til þess að reyna að forðast endurtekningarnar. En staðreyndin sú að þessi tækni öll mjög tvíeggjuð. Það fer eftir í á hvaða þætti við lítum, hvort að þeir séu þannig lagaðir að þeir geti frekar stuðlað að því að þessi ósköp endurtaki sig fremur en hitt. Þannig að helför væri ekki útilokkuð vegna hinnar miklu upplýsingamiðlunar, að því eitt af því sem að menn velta alltaf öngum yfir og eitt stóra rannsóknarefnið, hversu mikið vissu bandamenn, hversu mikið vissi þýska þjóðin yfir höfuð. Og við sjáum auðvitað í síðara hluta bókarinnar þar sem að menn einmitt að velta fyrir sér, áttu bandamenn að bregðast öðruvísi við, áttu þeir að fara með sprengjuvélar á líkbrennsluofnana í Auschwitz og Treblinka á þessum stöðum. Það var kannski hægara vik að gera það ekki, af því að það var ekki Facebook, það var ekki mbl.is og önnur slíku undratæki. Já, eins og ég segi, það er líka bent á það hvernig til dæmis í alræðisríkinu Kína hefur þessi tækni verið notuð á hinn veginn. Það er til dæmis, það hefur átt sér stað þróun í Xinjiang héraði sem að enginn eiginlega getur sagt út á hvað gengur almennilega í þessu héraði þarna í Kína sem að múslimar byggja.
þar einhverju hlutir að gera sem að Vesturlönd hafa í rauninni litla hugmyndum Og lítinn áhuga á. og mjög lítinn áhuga á. Hvað er að gerast í búðum í Norður-Kóríu daglega? Við vitum þetta ekki sko og eða Burma til dæmis, annar land sem er lokað. Hvað er að gerast hjá Talibönum í Afganistan? Þannig að við getum ekki treyst á þessa tækni til þess að bjarga okkur og það hefur verið bent á það líka hvernig gervigreind og annað getur hjálpar aðræðistjórnum við að ná ægitökum á stórþjóðum, milljónaþjóðum á mjög óhugnanlegan hátt og það eru merki það að þessi tækni sé þegar notuð í þeim tilgangi. En þú komst að öðru atriði þarna sem jafnframt hefur verið umdeilt mjög. Það hefði verið hægt að koma í veg fyrir herförina eða minnstakosti að trufla hana. Það eru ýmis sjónarmið upp þetta og Rhys nefnir það að Churchill sjálfur hvatti til loftárása eftir að honum bárust þarna fréttir frá Auschwitz og yfirleitt mjög athyglisvert að sjá sko hvernig tíðindi bárust smán saman sko og maður sér það vottar fyrir þessu til dæmis hérna í blöðunum, ég hef skoðað þetta aðeins, sko það var á hreinu til dæmis að Þjóðverjar væri að fremja hryðjuverk í Póllandi. Það lá alveg fyrir, hér líka í blöðunum að fjalla þetta. Og síðan fer þetta að spyrjast út smán saman og það eru nefndir til þarna 2 menn sérstaklega fangar frá Slóvakíu, held ég örugglega þeir hafi verið, sem að sluppu og sögðu þarna frá gaskleifunum og það eiginlega það sem traustast, má segja, traustustu upplýsingar sem henni hefur fundið og þá komum við aftur á öðru sko, af því að við erum að ræða þetta í þessu mannlega samhengi. Það hefur verið gagnrýnt hvernig var tekið á upplýsingum á fyrra stigi. Ein ástæðan sú að menn bara trúðu þess ekki að þetta gæti verið að gerast og það merkilega ég hitti fyrir mörgum árum Frakka sem að tók þátt, var kommunisti, raunar trotskíisti og var handtekinn og fluttur í Sachsenhausen og hann sagði mér frá því að þegar hann kom þangað og hitti landa sína þar þá hefði þeir bent honum á strompinn í bálstofu þar. Nú var Sachsenhausen var ekki útrýmingarstöð en þar voru menn drepnir og þar með satt Íslendingur, Leifur Müller eins og hann hefur lýst sinni dvöl þarna og það var auðvitað verið að drepa og pína fólk þarna meira og minna daglega og hann sá reyk liðast upp úr strompinu þarna á byggingunni og félagarna sögðu já, nú þeir að brenna menn og hann trúði þess ekki, hann trúði ekki sjálf þá hann væri komin til Sachsenhausen og horfði á reykinn liðast upp úr strompinu að þetta væri satt. Hvað þá menni sem sátu 1000 kílómetra í burtu og tóku við einhverjum óljósum fréttum fólk sem hefði lent í þessum ósköpum. Þarna var bara ákveðin veggur má segja það sem að fólk bara má segja neita að trúa það. Hann með nokkra vitnisburði með Rhys í bókinni frá fólki þarna meðal annars í Auschwitz sem að jafnvel þó að væri komið þangað og þegar að frétta þessu trúði ég ekki. Þannig að þetta var allt saman mjög erfitt og sýnir líka enn og aftur hvað hæpið að byggja á því að það sé hægt að koma í veg fyrir svona jafnvel þó að það fréttist en víst það að og það sjáum við líka þegar þið lesi bókina
að flutningar eru eitt lykilatriði í helförinni. Að ef Þjóðverjar hefðu ekki náð tökum á því að flytja allt þetta fólk í útrýmingastöðvarnar með skilvirkum hætti, fyrst og fremst með gripaflutningavögnum sem voru banvænir á sinn hátt, því að ótrúlega margt fólk auðvitað dó einfallega á leiðinni í búðirnar og komst aldrei inn í gasklefana, að þetta var lykilatriði í afkasta getu morðstöðvana að geta flutt sem flesta og skjótast í þessar stöðvar. Þannig að ef það hefði hafist skipulega loftárásir sem miðuðu að því að reyna að stöðva þetta, þá minnstakosti held ég að það sé ekki hægt að neita því, og tæplega gerir það nokkur, að það hefði verið minnstakosti hægt að trufla þetta á einhvern hátt, og með því að sprengja segjum upp þarna, þetta voru stór hýsi sem voru komin undir þetta eins og í Auschwitz. Það er náttúrulega annað sko með þessar stöðvar sem voru reistar þarna á því sem kallaði Reinhard tímabilinu, sem eru kenndar við Íslandsfaran Reinhard Heydrich. Það hefði allt verið erfiðara vegna þess að það var svo mikið leynd, eins og við vitum, sem að hvíldi yfir þessu. Þetta voru engin stórhýsi, heldur þvert á móti voru þetta bráðabirgða hús sem voru reist og stöðvarnar hugsaðar aðeins til skamms tíma. Það hefði verið erfiðara að eiga við það. En Auschwitz hefði átt að liggja betur við höggi, en þá komu upp önnur sjónarmið eins og Rís nefnir. Í fyrsta lagi flugherinn bandaríski hugsaði eiginlega allt út frá hámarks afkasta getu á sinn hátt líka. Hann hafði óteljandi skotmörk í Þýskalandi sem að hann þurfti að einbeita sér að, eins og til dæmis vopnaverksmiðjum. Þær höfðu forgang fram yfir þetta. Og þeir töldu einfaldlega að þetta væri skammgóður vermir. Nákvæmlega. Að þetta myndi bara halda áfram út í óvandarlega en tækist ekki að ráðast að rótvandans. Nákvæmlega, við sjáum þetta líka til dæmis, yfirleitt eru svona skemmdarverk á járnbrautarteinum og þess áttar. Það er náttúrulega skammgóður vermir, en engu að síður, það hefði verið hægt að trufla þetta að einhverju leyti, en þá bendir Rís líka á hitt að þetta hefði ekki, menn með morðhyggju hefði ekki látið þetta stoppa sig. Þeir hefðu einfaldlega gripið til byssunar, og það eru dæmi um það að það voru tugir þúsunda manna, það voru fleiri sem voru felldir með skotríð heldur en í gasklefum á einum degi, mun fleiri. Þannig að væntanlega hefði þeir þá snúið sér að þessu, en vissulega hefði það líka haft ákveðna erfiðleika í för með sig fyrir þá. Það er ekki vá því, það hefði gert það, en það hefði ekki stöðvað. En síðan er annað líka sem hefur verið nefnd, hvers vegna reyndu menn ekki að koma þessum upplýsingum betur á framfæri. Það voru fréttir eins og í BBC til dæmis 1942 voru útvarpsfréttir að það væri byrjuð þessi morðhryðja á gyðingum, og fólk í Þýskalandi vitneskja þetta barst frá BBC til Þýskalands hjá fólki sem að hlustaði á BBC, sem var auðvitað ólöglegt, en ýmsir freistuðust þó til að gera. En það má segja að það hafi aldrei verið gerð svona veruleg tilraun, held ég, til þess að vekja almenningsálitið upp með því að skipuleggja einhvers konar fjölmiðla herferð, ekki bara
í ríkjum bandamanna heldur heim allan til þess að reyna að vekja upp einhvers konar öldu sem að gæti stöðvað þessi ósköp og það mjög umdeilt líka hvers vegna þetta var ekki gert og ýmsir gyðingahöfundar hafa sína grunnsendur það að gyðingar hafa ekki verið það hátt skrifaðir yfir höfuð að þeir sem að þarna réðu hefði fundist taka því að leggja slíka ofur áherslu á þetta hvorki þá í hernaðaraðgerðum né í fjölmiðla umfjöllum. Þór, nú ætla ég að opna út í salinn að því að við erum búin að tala hér í klukkustund. Opnum fyrir nokkra spurningar, stuttar og skorinorðar sem beint til Þórs beint. Hér þarna þekki ég einn aftarlega, Björn, gjörðu svo vel. Já, ok, það hérna. Góða kvöldið, Björn heiti ég Ingólfsson. Mér eitt, og takk fyrir þetta, fróðlegt. Það út af Wannsee-fundinum sem hann í loki janúar 42. Það eins og öll vél nasista eða þjóðverja fari á alveg fullt stím ætla sér að útrýma gyðingum og við sjáum það með þess að sögulega séð í ársbyrjun í maí 45 þá ennþá með meiri áherslu að jável að reyna að flytja fólk til að drepa heldur en endilega vera hernaðlega og það lestinnar gengur fyrir varðandi þetta. Svo má ég segja þetta hlýtur að hafa verið og jálega ég held 42 að þeir hafi vita jálega þeir væri að fara að tapa stríðinu. Við skulum bara drepa eins mark og við getum. Takk fyrir. Já, þetta eitt aðal stefið í bókinni, má segja. Sko. Hver drifkrafturinn í þessum ósköpum? Hvernig gat það gerst að Þýskaland sem var að hopa á öllum vígstöðvum og menn horfðust í augu við ósigur í raun og veru, allt frá Stalingrad. Hvernig ósköpunum stóð á því að þetta ríki sem átti svona undir högg að sækja lagði allt í þetta. Og þetta skýrir ís mjög vel að því leyti að það sem að gyðingar höfðu verið gerðir að þessum stóra Satan má segja, allri hugmyndafræði nasistaflokksins og hafði þetta rými, má segja, í huga Hitlers, þá var haldið áfram og það að auknum krafti eftir því sem ver gekk þá urðu ofsóknirnar harðari. Og skýringin þá þessi að gyðingar áttu að vera það sem kallað var 5. herdeildin á bakvið víglínuna og eitt af því sem að menn höfðu þá í huga var þessi hugmynd nasistana Hitlers að gyðingar hefðu leitt til ósigurs Þýskalands í fyrra stríði. Rýtingssstungukenningin sem svo var kölluð hún beindist fyrst og fremst að gyðingu. Það voru gyðingar sem að ráku rýtingin í bak þýsku þjóðarinnar 1918 og öllu ósigrunum. Þetta átti ekki að endurtaka sig. Og þetta það stef sem gengur í gegnum, má segja, allar samræður Hitlers og enduðu í þessari svokölluðu erfðaskrá hans. Hún gengur ekki síst út á þetta, út á það stríð sem hann taldi sig vera í við gyðingar. Það var stríð á bak við víglínuna. Þannig að þar skýringin og rökrétt á sinn hátt. Næsta spurning. Enn aftar, ég sé ekki nógu vel en þú farið mikrofón og fáðu þig til að kynna þig. Lýður Skúlason heiti ég og kæra þakkir fyrir þessa umræðu. Loka svona spurningin í bókinni með þetta getur þetta gerst aftur.
þá svona horfum maður á vaxandi þjóðernishyggju í Evrópu, efnahagslega hnignun líklega og mögulega hrun í Evrópu, ég segja kreppu kannski skulum við segja. Hvort að þetta geti ýtt undir einhverja svipaða atburði og þarna gerðust. Svo kannski önnur spurning, svona því ég kom með mikrofónin. Hvernig muni gyðingar, hvernig teljið þið að gyðingar muni líta út í sögunni eftir þessa atburði núna Ísrael-Palestína? Munu þið vera að horta á það sem útverði Evrópu gagnvart Íslam eða morðhunda? Þurfum við ekki að fá okkur sopa, Þór, áður en við svörum þessu? Já, ég verð að taka undir það að þróun í Evrópu er mikið áhyggjuefni. Þessi skautun sem hefur átt sér stað og uppgangur þjóðernisstefnu. En það er aðeins ein hlið að mínu viti á þessari þróun. Hvernig hóst hún? Ég var í Þýskalandi 2015 til 2016 þegar að aldan reið yfir. Þetta hefur verið gert upp núna í Þýskalandi. Þú ert að vísa fyrir gjöðu Þór í það þegar að Merkel opnar landamærin. Þegar Merkel opnar. Já. Og það hefur verið farið yfir þetta og niðurstaðan er svo að kanslari Þýskalands bar ákvörðun sína að opna landamæri Þýskalands þvert á lög í landinu. Hún bar hana ekki undir ríkisstjórnina. Hún bar hana ekki undir þingið. Hún bar hana ekki undir sinn eigin flokk. Heldur tók hana, má segja, upp á eigin spýtur. Og nú vitum við hvað við gerst síðan. Það er ljóst að meiri hluti þýsku þjóðarinnar lítur svo á að þarna hafi verið gerð mjög alvarleg mistök. Samfélagið horfist í augu við stórkostlegan vanda á margan hátt. Það eru mikla blikur á lofti eins og við nefndi réttilega í efnahagsmálum. Þó að aðeins hluti af því sem þar er að gerast fréttist hingað eiginlega. Það er alveg furðulegt í rauninni hvað lítið er fjallað þetta hér og ekki síst þegar að hugsaði til þess að uppi er svo stefna hjá stjórnvöldum að Ísland gangi í Evrópusambandið. Hvernig er fjallað þessi mál í Þýskalandi og hvers konar vanda þjóðir að standa frammi fyrir þessi höfuðiðnaðar þjóð Evrópu og útlitið er sannarlega ekki bjart. Þessar ákvarðanir Merkel hafa verið mjög afdrifaríkar. Þær hafa núna leitt til þess að þjóðernisflokkur samkvæmt skoðanakönnunum sem er ekki greint frá hér er nú stærsti flokkur Þýskalands. Hvern hefði nú grunað það, segjum, fyrir áratug síðan, að það væri svo komið að í öllum þessum höfuríkjum Evrópu, í Þýskalandi, í Bretlandi, í Frakklandi og Ítalíu væru þjóðernisöfl orðin leiðandi stjórnmálafl. Það hefði fáa grunað. Og ástandi sé jafnvel þannig að flokkar eins og breski íhaldsflokkurinn sem má segja hafi verið forystu flokkur hægri manna í Evrópu í minnstakosti öld, að hann sé og honum hafi verið skákað af þjóðernisflokki, það hefði talist algjörlega fráleitt. Eða í Frakklandi, þar sem að flokkur De Gaulles, flokkur sem að svipa fylgi og sjálfstæðisflokkurinn hefur þurrkast út að kalla. Og svona getum við haldið áfram. Þannig að það eru mikla blikur á lofti og ljóst er að öfgaöfl hafa fengið
jarðveg til þess að plæja með afleiðingu sem við getum ekki séð fyrir núna. Ætlar þú ekki að svara spurningunum með Ísraelan á Gaza-stríði líka? Ég myndi nú mæra með því að þú gerði það, því að Ég ég er eiginlega aðlega í fortíðinni. Ég er upptekinn. Ég held að það sé, þetta er mjög áhugaverð spurning en er nú kannski efni í annan fund og mögulega aðra bók sem verður tekin fyrir á 9 ári. Ég vil þó minna á að það getur verið eins og þessi bók sem við erum að lesa núna staðfestir að það getur verið mjög erfitt að leggja mat á, veg og meta atburði þegar þeir standa okkur mjög næri tíma. Það sáum við með bankahruninu hér á Íslandi og þeir eru hroðalegu ákvörðun að vinna rannsóknarskýrsluna jafn hratt og gert að þá. Það var ríkið var einfaldlega ekki sest og þjóðin var ekki í jafnvægi. Og þó nefnir nú upplýsingaflæði frá Þýskalandi og þennan vanda sem að steðjar að þjóðum Evrópu út af mistökum sem voru gerð við austurlandamærin þarna 2015. Ég var nú í München daginn sem að þessi landamæri opnuðust og var vitnað því þegar herinn var kallaður til út á flugvellinu og annað því að þetta var allt stjórnlaust í einni svipan. En það á einni við þessa atburði á Gaza sem að hefur verið erfitt að ræða og reyndar ómögulegt út af tilfinningahitta og sumpart eðlugum. Mér ákvað bara til að nefna eitt atriði í því sambandi sem hefur ekki ratað íslenska fjölmiðla og varðað þessa sömu skýrslu og afhjúpaði misneytingu BBC gagnvart Trump og hans ræðuhöldum að það voru fluttar fréttir 2024 fyrirgefiði af árásum Ísraela á 2 sjúkrahús. Það var oft verið fluttar fréttir af árásum á sjúkrahús sem að eru þó þrátt fyrir allt hernaðarleg skotmörk því að það var búið að breyta þessu sjúkrahúsum í hernaðarmannvirki og það voru fluttar fréttir af því að sem að BBC leiddi á heimsvísu að það hefðu fundist fjöldagrafir eftir þessar árásir við sjúkrahúsin þar sem hefðu fundist lík Palestínumanna með hendurbundna fyrir aftan bak og augljóslega menn hefðu verið pyntaðir og svo myrtir. Skýrsla rannsakandana gagnvart BBC staðfestir að fréttamenn BBC sem fluttu þessar fréttir og matreitu þær ofan í heimsbyggðina höfðu, ef ekki fullvissu, þá mjög sterkar grunnsemdir að þessar fjöldagrafir hefðu verið teknar og fylltar af fólki af Palestínumönnum sjálfum. Þrátt fyrir það voru fluttar fréttir án nokkurs fyrirvara, meðal annars á mbl.is og Vísi og RÚV og í raun öllum heimsbyggðunum að þarna hefðu Ísraelar orðið uppvísir að stríðsglæpum sem þeir sannarlega ekki frömdu. Ég nefni þetta sem dæmi það að ég held að það sé erfitt að átta sig á því akkurat núna hver stóri dómurinn yfir Ísraelunum verður. Ég held hreinlega með það sem ég er að skoða þetta að við höfum gríðarlega skakka mynd af því sem þarna gekk á. Ein ástæðan af völdum ákvarðanir sem Ísraelar sjálfur tóku að hleypa ekki fréttamönnum inn á þessi svæði. Einu fréttamenni sem voru þarna meira minna voru undir handarjaðri Hamas eða Al Jazeera sem eru svona laustengd fyrirbæri. Þannig að ég ætla ekki að svara ég ætla að segja að það er ekki hægt að svara þessa spurningu á þessum tímapunktu. Við verðum að gefa okkur meiri tíma. Ég tek nú undir þetta líka en ef við hugsaum þetta sögulega séð að þá er allavega eitt sem að ég held að við þurfum að hafa í huga þegar að kemur að ákvörðunum Ísraelsmanna sitt þjóðaröryggi og það er það að í ljósi þessara hörmunga myndu þeir aldrei vera reiðubúin til þess að fela öryggi sitt einhverri annarri þjóð eða einhverjum öðrum þjóðum. Það er, má segja, svo niðurstaða sem að Ísraelsmenn sjálfir hafa dregið af þessari sögu. Og við hvað er auðvitað það að enginn hafi í rauninni verið reiðubúinn til þess að veita þeim einhvers konar vernd eða hjálp þegar að þeir horfðust í augu við útrýmingu. Þannig að ég held að þetta, má segja, þetta farg fortíðarinnar hvíli á hverjum einasta Ísraelsmanni og að stjórnvöld hafi þetta sífellt að leiðarljósi. Golda Meir sagði einhvern tímann á sín tíma, ég var nú ekki vitni að því sjálfur, svo það sitt ekki fram, að
gyðingar vildu frekar vera lifandi og hataðir heldur en dauðir og með meðömkun heimsins á baki sér. Ég held að við fellum þetta tal núna. Ein spurning hér, ég veit að ég fæ mikla skammir í hattinni ef ég lefi þessa spurninga ekki. Fær mikrofón hér, stutt og skorinort. Já. Halló. Herðu, hjartans bestu þakkir báðir tveir. Þetta er búið að vera svo áhugavert að það hefði mátt heyra saumnál detta hér í allan tíma. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég ætla ekki að skamma þig, kæri Stefán. Ég væri alveg til í að spyrja þig 1000 spurninga en það er ekki tími fyrir það. En ég náði ekki alveg svarinu sem að frá spurningu Stefáns Einars hvort það hefur bara tíðarandinn á þessum tíma, það hefur verið drepnir 10 milljónir Sovét eins og ekkert væri. Ég náði ekki alveg svarinu og getur endurtekið það að þetta var kannski bara svona tíðarandinn að væri bara alltaf mörka úr. Eitthvað fólk sem hún vildi ekki fá. Hungursneyðin myndi bara valda sjálfkrafa sem dauða og var bara alltaf í lagi. Hvort að það hefði verið svona jarðvegur líka sem að gerði það verkum að þeim voru allir útrýmt. Og líka hvort að þú teljir þó viljir helst komast hjá spurningum Gaza, allir samt aðeins að pína þig. Sérðu það sem birtingamynd af gyðingahatri, eins og Ísraelar sjálfar vilja halda fram, og á það sé einhverja hliðstæð í heimssögunni að einhver einn þjóðflokkur hafi verið svona oft í vanda frá miðaldarsöðru, vera myrkurðin lífi hér og þar í misstóru miklum fjölda í einu. Hvort það sé einhver hliðstæða með einhvern einn þjóðflokk sem alltaf verið að reyna að koma fyrir kattanif. Takk hérna. Ég skal taka fyrir spurninguna, en ef þú tekur þá seinni Þór, varðandi þetta með það sem varst að velta fyrir með dauða sovjetmannana eða fólksins í austri og slavnesku þjóðana, þá er það hluti, held ég ef ég skildi Þór rétt, þá var það hluti af þessari morðhyggju. Það er að segja að þarna var komin jarðvegur á grundvelli margra samverkandi þátta sem ollu því að menn litu á svona stóra hópa sem réttræpa af því að þetta var óæðra fólk sem að hreinlega þvældist fyrir því sem að þjóðurinn kölluðu sitt leppelsrám. Einmitt, og til þess að hnyggja á þessu, það er mjög gott að þú spyrði út í þetta. Þetta kemur aðeins fyrir í bókinni en hann fjallar ekki mjög rækilega þetta, en það er sem sagt þau morð sem að var verið að leggja á ráðinum á Vanse ráðstefnunni sem á hvorki meirinni minni en það en að útrýma öllum íbúum Sovétríkjanna allt austur að Úralfjöllum. Það hefði þýtt væntanlega dráp á þarna á tugum milljóna manna. Það átti að hreinsa allan vestur hluta Sovétríkjanna og þar hugðust nasistar gera útópíu sína sveitarlíf að veruleika. Það var einmitt þessum hermönnum til dæmis sem að sjálfboðaliðunum frá Norðurlöndum og Holland og svo vegis, þeim var heitið bílum í þessari nýlendu, þessari stórkostlegu sveitaútópíu sem átti að rísa þarna í staðinn fyrir Sovétríkin með mikillir hraðbraut sem átti að liggja til Krím, þar sem að Riviera germanska heimsveldisins átti að vera í framtíðinni. Þannig að það voru áform miklu meiri hryðjuverk, má segja, heldur en að komast í framkvæmd. Og við getum séð einmitt að það væri dæmigert fyrir morðhyggjuna, hvernig þessi stigmögnun frá því að byrja að drepa fólk í búðunum, fyrst fyrir stríð, síðan þá þessa fötluðu og síðan er haldið áfram. Þannig að það var fjarri því að þessu ætlunarverki nasistana hefði lokið með þessum drápum öllum. En svo aftur að spurningunum, er eitthvað dæmi fólk sem hefur verið jafn hundelt, má segja, í sögunni? Já, það sem að manni kemur helst í hug þá
eru þetta fólk sem nú kallað Róma og Sinti og nasistar og Evrópumenn almennt kalluðu sígauna. Þeir hafa nú löngu verið afar illa séðir, satt að segja, og hafa orðið fyrir einsum skjóðum má segja í gegnum tíðina, en þetta þó tæplega og alls ekki eiginlega hægt að bera það saman þó við þau ósköp sem að hafa gengið undir yfir gyðinga. Það er kannski helst að við sjáum þetta gagnvart kristnu fólki í dag, og það sem við höfum séð gagnvart kristnu fólki frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar í Arabaheiminu, það sem að fólki hefur verið útskúfað í stórum hópum, hafa ekki fengið undir sig sérstakar flóttamannastofnanir eða flóttamannabúðir eða samúð alþjóðasamfélagsins, og síðan ótrúlegt að sjá hvernig menn hafa daufhirst fyrir þessum ofsóknum sem að kristni menn hafa einmitt sætt núna í Sýrlandi, og ógeðfellt að sjá hvernig Trump hefur tekið á móti morðhundinum sem að þar fer fyrir ríkinu núna, og svo þetta víða í Afríku, og sem betur fyrir hefur nú samið Trump spint aðeins við fótum þar meira heldur en leiðtogar annarra kristinna ríkja Evrópu hafa gert á síðustu árum. Það er rétt að hafa skelfilegir atburðir átt sér stað í ofsóknum gegn kristnum, og einmitt við höfum frétt allt of lítið af því það sem það að gerast, og ég tek eftir því að kirkjavor virðist gera sér litlar áhyggjur af þeim málum, því miður. Hún er upptekin af öðru. Svarið síðasta hlutum hjá mér, hvort að þú sjáur þetta ástand í Ísrael og Gaza sem hluti af gyðingahatri eins og Ísrael er að halda fram. Hver þín skoðun því? Já. Einmitt. Nei, ég myndi alls ekki taka undir það að öll gagnrýni sem að Ísraelsmenn hafa uppskorið fyrir þetta stríð stafaði gyðingahatri. Það er fjarri lagi, en það er ljóst til dæmis að segjum gyðingasamfélagið í Bandaríkjunum hefur klofnað. Og innan Ísraels líka. Og innan Ísraels, og við verðum alltaf átt okkur á því að Ísrael er lýðræðisríki, það sem að ýmis öfl takast á og sem mjög öfgafull, væga sagt, nema hefur haft sitt að segja. Þannig að, og ég segi fyrir mig að ég hef kynst ýmsum gyðingum dagana og haft einstaklega góða reynslu af þeim kynnum, og ég held að enginn þeirra myndi fylgja stefnu Netanyahu ef að út í það væri farið. Látum þetta verða loka orðin í þessu spjall okkar í kvöld. Rétt í lokin vil ég aftur ítreka þakkir til ykkar fyrir að hafa komið hér. Við munum síðan veita þessu spjalli út á Öldu ljósvakans eftir nokkra daga þegar hendar vel. Við erum að fara að halda upp á 2 ára afmælispursmála nú innan fara daga 100. þátturinn fyrir loftið, þar sé að formlegi þátturinn fyrir loftið núna á föstudag, og þann 1. desember verða 2 ár liðin frá því að við hófum þessa vegferð, og 5. desember ætlum við að slá upp smá afmælisveislu sem að þið fáið boð í klúbbmeðlimirnir. Ég ætlaði að lofa því líka að ég myndi taka forskot á sæluna og láta ykkur vita hvaða bók við myndum taka fyrir í desembermánuði, og það er svona skrítið hvernig þetta verður fyrir valinu. Einkunnarorð klúbbsins eru: við gerum bara það sem okkur sýnist og veljum þess vegna bækur sem við viljum lesa. En ég hlustaði fyrir nokkru á viðtal við Ragnar Þór Pétursson, fyrir formann Kennarasambands Íslands á Sprengisandi, Bylgjunni, þar sem var verið að ræða hnignun skólakerfisins á Íslandi, sem að birtist að einhverju leyti, að ein birtingamyndin er sú staðreynd að börnin eru að hætta að lesa Laxness. Og mér fannst svar Ragnars Þórs lykta dálítið að svipuðum rökum og menn hafa notað gegn PISA-könnunum, gegn einkunnagjöf sem fólk almennt getur skilið og annað í þeim dúr. Það er nú eiginlega flissað að slíkum athugasemdum, og eitt af því sem Ragnar sagði var að hann væri nú ekkert viss um það að það væri ástæða fyrir börnin eða ungmennin að lesa Laxness, því að hvaða erindi ætti hann svo sem við þau í dag. Og ég hrökk nú sannlega sagna við vegna þess að
þó ég veit lítið Laxness og hafi ekki lesið öll hans verk, að þá eru mörg þeirra, þó þeirra gerðar, að þau eiga einmitt erindi við okkur. En það þarf aðeins að kafa undir yfirborðið og það þarf aðeins að hugsa, sem nú kannski of mikil krafa í dag til fólks almennt. En þá tók ég bara svona spótat ákvörðun það að við myndum í desembermánuði lesa Íslandsklukkuna vegna þess að hún hefur að geyma gagnrýni sem að við getum yfirfært á samfélagið í dag. En hún er líka góður kostur vegna þess að hún er svo viðbjóðslega fyndin. Hún er næstu í að fyndin og gerpla. Þannig að ég tel að þessi rétt að við setjumst yfir þetta veg sem við mörg höfum lesið nokkru sinnum, allavega einu sinni, flest, og gleðjum okkur yfir þessu, hugsum aðeins samfélagið og það sem við erum að fást við í dag út frá stefjónum sem að finna má í texta Laxness. Og ég ætla nú að hlífa ykkur yfir jólaháttíðina, en við stefnum að því að hittast hér að degi eftir jól, 7. janúar, og þá mun ég fá til mín mjög góða gesti þar sem að við kryfjum þetta. Og svo get ég bara sagt eitt að lokum, það er von á alveg frábæru bókaklúbsári 2026, við erum með röð af frábærum titlum sem við ætlum að taka fyrir, en til þess að halda spennunni í leiknum að þá ætlum við að sitja á vitneskinnum þessa titla eins og ormur og gulli. Gefum Þór gott klapp hér rétt í lokum.